Góðan daginn og velkomin í 31. þáttir minn hérna á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Byrja að bjóða alla nýja og gamla velkomna. Alltaf gaman að ég einhver skuli nefna að hlusta á tautið í manni yfir öllu þessu og ég seti eins og venjulega upplýsingar hvar mig að finna á alheiminu hérna á skjáinn og í boxi hér fyrir neðan hjá áskriftarhnappnum og ef að þú ert líka við þetta og máttu endilega hendi mig einu like og gerast áskrifandi ef að þú ert það ekki nú þegar. Nú, það bara svona hjálpar til að vekja athygli á þessu til annara sem við erum hugsanlega að leita að einhverju svona skemmtilegu. Nú, í dag er þriðjudagurinn 22. maí. Það er örstutt síðan að ég skellti í, það er ekki vika, var það ekki, ég ætla að skrifa hérna. Nei, það var miðvikudaginn í síðustu viku. Og í dag er ekkert klár en fullt af nýju uppfiti. Og svo datt pínu í pokan og svo segur aðeins frá gangi mála í töskubransanum og svona hvað er framundan. Og hérna, já, þannig að ef þið heyrið eitthvað hljóð hérna, svona umhverfishljóð fyrir utan bílaumferðina, þá er ég að prenta á tonna uppskriftum. Þú veist, ég er bráðum að fara til útlanda, maður þarf að undirbúa sig rosa vel. Og þó ég tak ekki alla pappirina með mér þá tek ég nú alltaf munstrinn af því sem ég er að fara að gera í það minnsta með. Nú, þá er bara í rauninni ekkert eftir neina að bíða en að vinda sér í verk í vinnslu. Og þau eru alveg bara nokkur sko. Ég bara, hvað skal byrja? Byrjum bara hérna á hérna Westinghouse eftir Katie Hates Carroll og þetta er svona eiginlega bara sjal sem er samt heilt. Þetta er bara að loka henni aftan og er eins og þetta sem ég kláraði daginn og sýndi ykkur og er byrjað að gera annað, ég sýndi ykkur þetta smá. Ég er komin aðeins að stað í þessu, þetta sem sagt mun snú svona á mér þegar það er að kemur og ég er að nota hérna Superwash DK gatnið úr rúmfattalagarnum, ég átti sletta af því og svo er þetta einhver handleitu dýrð úr garðbúð sem var hér á Akranesi á árum áður. Ég held hún hafi bara heiti garðbúðin. Minni mig. Þetta er prjónað á hvaða prjónastar tóku við í þetta? Þetta sé 3. Hvað er bókin undan? Þetta er prjónanum. Þetta er, þessi ég sé ekki með bara það sem er að gefa upp. Já, 3,5. Nei, 3,75. Já, þetta er á nýja fína settinu mínu. Prjóna hérna Tiago settinu mínu, ég bara held að væri heilir prjónar af því að það er svo rosalega hérna smúð eða þú veist það er svo festist svo áreynslulaust saman prjónarnir og snúran. Þannig að mér fannst eins og þetta væri heilt prjón en þetta er sem sagt samsettur Tiago prjón í 3,75 og þetta er hérna einni gamalli og góðri eftir mig tösku. Þannig að þetta er þægilegt eins og er bara slétt prjón eiginlega, annars lagið brugðið og hérna en svo verður þetta kannski ekki alveg sjónvarpsvænt þegar það kemur að blóndunni en tek á því þegar að því kemur og hér er bara kaffi latte. Það var bara næstu póki. Einfaldast að gera þetta þannig. Það er aftur, það er hérna, nú er það að fá síðan af þessu Bombini
eftir hana Kate Jones í Baker Bears og þau voru að halda upp á það helgina að þau voru að gefa út 100. þáttinn sinn á YouTube. Þau eru búin að vera að í 4 ár, þau eru alltaf með aðra hverja viku og þau eru með þetta sem að ég tala stundum patrons, þá eru þau með styrktaraðila aðra ásinni sinni og við sem erum styrktaraðilar erum inn á lokaðri síðu hjá þeim líka á Facebook þar sem þau eru oft með svona lifandi útsendingar sem eru mjög skemmtlegar því hann svo spontant kallinn og hún alltaf alveg í rusli við látunum í honum sko. En já, þannig að þau voru að halda upp á það sem sagt og þetta búið að vera alveg ótrúlega þessi 4 ár. Þau eiginlega byrjuðu það leyti sem Dan greinist með krabbamein og svo greinist hann aftur rúmum 2 árum síðar og búið með það líka sko. En þetta hefur svona haldið í þeim vitinu að gera þetta podcast stús. Nú og ég að gera þetta úr Fabel eins og uppskriftin var prjónuð upp úr fyrst. Þannig að þetta bara bleikur Fabel. Ég ekki með litanúmer á hann, þetta var bara svona upp í hillu. Og þessi marglit 655. Og þetta nú á 30% afslætti í Gallerí Snotrud Mæ, allt droppskap með ulli. Þannig að aldrei sagt að byrgja sig upp hjá söluaðalum Drops þessa dagana. Og svo ég búin að taka til gat hérna í 3. stykkið og ég ætla að nota hérna Trísilgarn, Superwash ullagat og Alpa allt flekt hérna. Ég ætla að nota það líka í svona bara hægri svartan og milligráan. Nú þetta prjónað á 2,5 þessi fíngerðari en ég verði með eitthvað sennilega 3,5 á 3. bombíníinu. Mér finnst þetta æðislegt þegar maður í göngutúrum og svona geta þurfi ekki endilega að vera með sjal þegar maður með þetta hérna undir jakkanum með eitthvað þá maður ekki alveg að kirkjast sko. Og þetta í einni töskunni yfir á mér. Ég tók þessa frá á því að rennilásun eitthvað stundum ekki saman í þýður. Þá ég tek þetta sem að klikkar. Fæ ég að hafa eiga það. Síðan það já, ég að gera hérna Kalúna sokkuna. Þessa hérna ég held ég sé ekki búin að gera neitt í þeim síðan ég sýndi ykkur á síðast. Þið skiljið það náttúrulega þegar þið horfa á mig tínu upp öll þessi nýju uppfitt. En þetta alveg bara að lúkka. Hlakkar rosalega til að sé útkomuna. En þetta svona, þú veist, tedious. Þetta svona, já, maður ekkert rosa fljótur með umferðirnar í þessu. En það líka alltaf. Þetta langhlaup en ekkert kapplaup. Og ég með 2,25 mm hæja sjarp prjóna og handlitað sokkagatn eftir mig í hérna, hvað heitir það eftir? Flamingo töskunni minni sem líka eftir mig. Það eitthvað þema hérna, uppfitt og hérna pókar eftir mig. Síðan bað Hilmir að gera á sig galla og það átti að vera hérna kaðlagallinn sem ég sýndi ykkur í síðustu úr ná í myndina og það var úr hérna ungbarnablaðinu tinnu númer 13 þessi hérna og ég ætla að gera nú baby, nei, meira ná extra fine frá Drops en
það bara hendaði ekki. Það gefi upp smart og eitthvað alpakka í þetta og þó að það sé sama prjónastærð í rauninni og menn á Extra Fine, þá prjónast það einhvern veginn öðruvísi af því þetta var bara ekki að gera sig. Og ég hefði ekki verið búin með þetta fyrir í haust af því þetta var bara of hefi á prjónunum einhvern veginn. Þannig að ég ætla að, ég spurði Hilmi hvort ég mætti ekki gera öðruvísi galla og hann samþykkt það og ef ég geri hinn einhvern tímann þá ætla ég að vera bara með gatt sem henta betur í verkefnið. Þannig að ég er að gera hérna heilgalla frá Hlínu Design sem að ég pröfuprjónaði í fyrra og þá náttúrulega pröfuprjónaði uppskriftina og hér er allt í flækju. Sjá. Og ég er nýbúin að gera framstykkið og bakstykkið og búin að sameina það upp á eitt prjón og síðan er bara prjóna slétt niður og svo skálmarnar og ermarnar og setja töl í og þá er þetta ready. Ég vona að ég verið búin með þetta fljótlega svo að ég geti látið hann hafa þetta en vona nú samt að ég geti sýnt ykkur þetta annars þá bara kíkja, ég verið með mynda á þessu örugglega á Instagraminu þegar þetta er tilbúið ef ég næ ekki að sýna ykkur þetta hér. Og ég er að prjóna þetta eins og áður segir á Merino Extra Fine frá Drops. Þetta er litur 08. Bara svona hlutlaus litur. Og í þetta nota ég prjónastærð 3,5 mm og 4 mm. Hæja sjarp. Og þetta skotgengur, ég er að gera þennan galli þriðasinn. Ég gerði sérst á hrafntinu, ég tekja til 3 ára stærðinni og svo ernilega og þegar hann var nýfæddur líka. 0-6 mánuði eins og ég er að gera núna á Hilmi. Og enn einn tröðran frá Yours Truly. Síðan er það bílaprjónið. Við fórum suður í gær og þá var aðeins tekið í þessa. Og þetta er hérna Step 6 sem að ég var að mynda að spyrja því eftir síðast þátt hvar þetta gagn er til og eftir sín best veit þá er það bara í Gallerí Snótur á Akranesi. Ég veit ekki til þess að önnur prjónabúð sé að flytja þetta gagn inn en Lína er að flytja þetta beint inn sjálf. Allt þetta Austumann gagn. Og þetta er sem sagt svona sjálfmunstrandi, gerði bara ég er búin með hælana, gerði Fizz Lips, Kiss Heel og er bara að prjóna hérna framfótinn og svo tærnar og þá er það ready og þá fytja ég upp á fyrir Helga. Og þetta eru hæja sjarp, 3 mm prjónar, báður í einu. Og já, ég er alveg búin að uppáhaldsprjónunum mínir eru þetta nýja Tiago sett. Bæði að prjónarnir og snúrarnir eru frábær en hæja sjarp er eins og gefur til kynna mjög beittir og ég elska það. En ég elska ekki eins mikið snúrurnar, þær kemur svona högg í þær og þær vinda upp á sig og eru svona með minni eins og sagt er en Tiago eru minnislausar þannig að það er bara svona. En svo er bara staðreyndin svo að stundum er aðra prjóna típur betri með ákveðnu gagni og uppskriftum, þannig að stundum henta tréprjóna betur eða lausari prjónar og þar fram eftir götunum. En þetta er svona alltaf fyrsta val, Tiago eða hæja. Síðan er hérna hauskúpupokinn og það er loksins hérna Midnight Sunshore eftir hérna Emilíu Björna í Arctic Knitting Yarns og podcast og ég er að nota í það frá Héraði. Þetta er sem sagt, ég er ekki byrjað að prjóna þennan í, hann kemur bara hana í kantinn en þetta er Frappuccino Silja grunnurinn hennar sem er 75% merino og 25% nælon og síðan er það veit ekki, I save the world a lot og það er sami grunnur 75-25.
og ég er að prjóna semst með því og ég er með 4 mm hæja sjarp og er bara komin alveg með svona. En það er svo gaman að sjá þessi þetta handlita gat prjónast upp, svo mikið að gerast. Þannig að þetta gæti hugsanlega bara að fara með mér í útlönd. Þetta er svona frekar einfalt. Það er bara ein blaðsíða í rauninni uppskriftin. Þannig að þetta er ekki fyrirferða mikið. Og svo er alltaf þá hægt að nota afganginn í garninu því þetta er sokkagarn í að ég skelli sokka ef ég klára sjalið. Ég tek náttúrulega eitthvað meira en þetta með mér. Síðan er ég að gera peysu úr einrúm bókinni en ekki með einrúm garni. Ég er að gera hérna KBG 11 hönnur Kristín Brynja og þetta er svona peysa sem er hægt að hafa bæði rétt og röngu. Úps, augnablik. Afsakið þetta, síminn bara hringdi. Já, þetta er sérst úr einrúm bókinni og en ég er að nota, já eins og ég segi, ég er að þetta er peysa sem hægt að bæði nota réttu og röngu og þetta er sérst sléttumegin og svo garðaprjónsmegin. Það er svona alveg allt öðruvísi hvernig garnið kemur út en það sést ekki nógu vel einhvern veginn á skjánum. En þetta er garn sem heitir Bellissima og er frá Scholler og Ståhl, þýskt, 48% polyester, 26% ull, 13% mohair, 8% polyakryl og 5% polyamid. Það er sem sagt mjög mikið gervi í þessu, en mjög skemmtilegt enga síður. Það ískrar ekkert eða neitt svona þegar maður er að prjóna. Og þetta er bara beige, litur nr. 2. Og þetta gat nú 50% afslætt af því að Lína er að hætta með þetta og ég stóðst ekki mátið að skella ég inn á svona pínu glam peysu og þetta eru prjónar 5,5 og það mér minnir að maður sé bara að nota sömu prjónastærðina út í gegn. Látum við sjá. Já, það er bara sama í strófu og bólinn og ermarnar og allt. Og þetta er hérna grái og rauðu flamingotöskuna sem ég held að sé búnar núna. Og hvað var hér? Þetta er bara svolítið gaman fyrir mig að sjá hvað æði ég tók. Hér er enn eitt sjalið sem er alveg orðið svona stórt, sjáu. Þetta er nú bara alveg að búi. En þetta er svolítið skemmtilegt gatt sem að ég sá í handprjón í Hafnarfirði og lét freistast. Og þetta er Hip and Happen sjalið sem ég ætla að nota þetta garn í. Og þetta er Ravelli, mér minnir að þetta sé frítt. Og þetta er sérst Abuelita. Þetta var á afslætti í handverkskunst. Þetta er sérst bara 100% merinöll, svona single slim. Þetta er svona sami gróleiki og sokkagarn. Svona eins og Fabel og Stepp og þetta. Og ég er með 4 mm litli prjónana í þessu tré og það hentar mjög vel í þetta því það getur klofnað í þessu pínulítið og þá er þægilegt að vera með tré. Og einhver hluta er ég með 4 mm aðra prjóna en ég hef verið að athuga hvorir hentuðu betur. Ja. En þetta eru sem sagt litirnir, það er
blár og svo svona gulur og aprikósu með bláu í og svo gulur og aprikósu með svona svolítið gráu í og bleiku, þannig að þetta svona ætti að mixa vel saman. Það er svolítið leiðilegt að ná litunum núna. Það er allt svolítið gular en það er. Þannig að þetta er svona dund. Ég sjá að, þú veist, já, maður bara fytir upp á nokkrum umferðum og þá er maður komið nýtt verkefni og ég ákvað að gera það núna að ég skráði jafnóðum og ég fytjaði upp á verkefni inn á Ravelry síðuna, gatnið og allt þetta og þá er ekki eins svona yfirþyrmandi að ganga frá upplýsingunum þegar maður er búinn. Þannig að þá þarf maður bara að skrá inn hverju maður kláraði og setja inn einhverja myndir og hvað maður notaði mikið af gatninu. Ég hef lært alveg óbúslega mikið að því að setja upplýsingar inn á Ravelry hvað ég nota mikið af gatni í hvaða verkefni. Þá var maður að því ég á það til og var alveg sérstaklega slæm í að kaupa allt og mikið að ég, já, og svo hræddi mig ég hef aldrei nóg en svo var ég alltaf með yfirdrifið og sem að útskýra okkur ég á svona kannski líka mikið af gatni. Síðan er það hérna sem ég sagði ykkur frá síðast líka, það eru samprjónssokkarnir hjá henni Lily í Nordic Stitches. Og það er hérna, ég er að gera þessa fyrstu Sand Between My Toes sem eru, og ég er að gera bara einn í einu. Ég hef ekki gert það sem ég gerði hérna sokka úr hosubandi og þetta er bara svona fallegt munstur og þeir eru svona lágir. Þetta er sérst hællin er, ég er að bíða eftir hérna fæti til þess að geta sýnt eitthvað betur en ég er sérst búin að gera hælinn. Maður gerir bara stroffið og síðan fyrir maður bara beint í að gera hælinn og byrja svo á munstrinu. Þetta er hérna, já, Sand Between My Toes. Síðan er ég komið hérna þar í The Beachfront sem ég hafði hugsað mér að hafa þetta gat en ég er að hugsa að svissa út og ná ég eitthvað annað í þessa típu af því að svo var að koma þriðja pari frá henni og það heitir Seafoam og mér finnst svona þetta bláa gatni eiginlega passa betur við það. Þannig að ég hugsa að ég svissi út og þetta er svona, ég ætla reyndar þegar ég búið með þetta par þá ætla ég að gera næsta 2 í einu. Mér líkar ekki sérstaklega vel við þessa aðferð og ég er búin að finna út hvernig ég get gert hérna þennan hæl með báða sokkana á í einu og ætla bara að gera það. Þú veist, ég get þetta en þetta bara stressa mig pínu. Þannig að þetta eru þá sokkar sem eru mitt alveg að fara í vinnslu. Og þetta er náttúrulega 2,25 mm af hæja sér. Og já, mér finnst ég eins og ég sé að vaða yfir allt hérna. Mikið í hausnum á mér í dag. Þá er ég búin að fara yfir allt í þessum pokum. Hérna eru þá stóru pokarnir. Það eru fleiri peysur, krakkar mínir. Setja allt á sinn stað í töskurnar. Þetta er peysa sem ég fann inn á Drops síðunni eða Garn Studio og þetta eru svona bara eins og kalla oversized og þetta er gert úr þessu alpaka boucle. Þetta hérna og þetta er litur 100 og það er afsláttur á þessu garni líka því það er ull í þessu. Þetta er 80% alpaka, 15% ull og 5% polyamid augnablik.
smá hundavesen, það svona síminn alltaf að hringja, en það búið að leysa það núna. Já, þetta sem prjóna á 5 mm prjóna, sem stroffið, og síðan held ég að sé farið niður í 4,5, sem svona svolítið öfugt með það sem að gera venjulega stroffið á minni og fer svo upp þegar maður fer í bólinn, en það öfugt í þessu að maður minnir pappírarnir þetta inn í stofu, en ég ætla að gá hvort ég finni, fyrst ég var nú svona svakalega, nei ég ekki búin að skrá, jú, þetta Feel Free peysan inn á Gard Studio, númerið 177-16 Feel Free, og já, ég bara að fara alveg eftir þeim upplýsingum sem gefnar þar. Það gefið upp 4,5 mm á 5 mm og ég að gera extra large, og það svolítið svona fyndið að prjóna úr þessu gatni og að vera að gera stroff á það. Maður heldur að það í rauninni sjáist ekki, en það sést, og þetta hefur náttúrulega kemur í veg fyrir að þetta rúllist upp og svona. Þannig að þetta svona langtíma, já, þetta verkefni sem í gangi. Síðan ég með eitt sem að mér finnst alveg hrikalega gaman, og það úr Pom Pom. Það þessi peysa. Ég að gera nú úr tölvöld fínna gatni, ég að gera þetta úr Drops Alaska, sem bara ótrúlega skemmtilegt gatn. Pantaði frá Wool Warehouse. Það gefið upp fyrir 5 mm prjóna, og þetta 100% ull, og það 70 metrar í 50 grammunum. Þetta litur 03 og þetta sem sagt bakið, held ég örugglega, já, þetta bakhlið, og framhliðin eins, að breytist svo bara þegar maður kemur upp að hálsmálinu. Og þetta sem sagt prjóna í svona í bútum, það fram og afturhlið og sikkur ermarnar, og síðan þetta allt saumað saman. Þannig að mér finnst þetta ótrúlega gaman, en þetta tekur tíma, og ég þurfti að rekja nokkru sinnum upp af því að það 5 svona mynstur sem þú ert að fara eftir, og það mismunandi hvar kemur endurtekning á þennan kaðlinn og hinn kaðlinn. Og já, þannig að þetta bara ótrúlega skemmtilegt og pínlítið krefjandi, en sko þegar að maður búinn að rúlla í gegnum þetta allt einu sinni, gegnum allar endurtekningarnar, og þá maður fann að geta lesið pínlítið í allavega sumt af munstrunum, en maður þarf að passa sig að gleyma sér ekki, að því það í rauninni koma svo kaðlasnúningar í hverjum og einum og einasta hluta. Þannig að þetta alveg kaðla-daðla, sko, og rosalega skemmtilegt gatn. Ég hlakka til að sjá loka útkomuna á þessu. Nú, já, þetta sem sagt það sem að daman að bauka þessa dagana, sko. Ég sagði ykkur að í síðustu viku, ég ætla ekki að fylla upp á eitthvað, og svo sagði ég, jú, ég var örugglega búin að því, og ég bara var að fylla upp á meðan ég var að flytja vídeóið yfir á tölvuna til þess að laga og fiffa og hlaða þau upp á YouTube-brásina. Þá var ég byrjuð að fylla upp á þessu öllu saman. Stundum bara veit maður ekki hvað að manni. Þetta peysan sem ég kláraði síðustu viku og sýndi ykkur The Weekender eftir Andreu Mári, og ég elska hana, og ég ætla að gera aðra. Ég fór náttúrulega í útsöluna á Drops-gatninu í Gallerí Snotru og náði mér í Andes, Andes frá Drops, og þetta 65% ull og 35%
alpakka og gefið upp á 9 mm prjóna. Og sem skriftina hérna, ég ekki einu svona búin að ganga frá hérna því að ég ætla að gera þessu og ég veit að hún verður, er fljót gerð. Þetta reyndar gefið upp á sko miklu fínna gagn. En þá bara aðlaga maður sig að því og ég ætla alveg að gera þetta á svona grófa prjóna, alveg 8,5 og 9. Ég þarf náttúrulega að gera prjónapröfu til þess að athuga að sjá hvað stærð ég mun gera. Þannig að ég gerði large, þetta large peysan og ég hugsi ég þurfa að fara niður í medium ef ég ætla að hafa hana í svona sömu stærð og þessi sem ég er í. Og svo getur vel verið gera hana í large og hafa hana bara alveg extra juicy. Ég átti að finna út af því. Síðan keypti ég líka gatn í aðra peysu, Karisma. Maður er svo klikkaður. Ég var að vinna daginn, eða í vetur, og það kom kona inn í búðina með alveg geðveika peysuöskrift. Það var svo fallegur hérna munsturbekkur. Ég man ekki að það voru 6 eða 8 litir fyrir utan aðalitin í henni. Hún hafði fundið þetta á Pinterest og ég fer núna reglulega og eyði svona hálftíma á hverjum degi við að reyna að finna hana. Og hún, ég bara hafði ekki ræna því að fá að pumpa hana frekar hvar hún hefði svo á endanum hlaðinni niður og allt þetta. En ég sé hana svo fyrir mér. Þannig að ég á auðvitað með að ef ég rekst á hana á netinu þá er ég dottin í lukkupottin og en það var ekkert úr að hún keypti gatn í að því að það vantaði eitt bláa litinn sem hann vildi endilega hafa í sem ég skildi vel. En ég svo sem man ekkert í rauninni nákvæmlega liti samsetninguna þannig að ég keypti bara liti sem að mér fannst vera fallegir saman. Og ég ætla að hafa þetta verður aðaliturinn 21 Karisma frá Drops. Og þess að ég skrjái henni ég ætla sturta bara úr pókanum, þannig ekki að dribla okkur. Og síðan fékk ég mér 6 aukaliti. Ég áttur að athuga betur þegar ég finna uppskriftina hvort það voru 6 eða 8. En grái er hérna neðst og svo verða þetta munsturlitirnir. Og það er litur 64, svona lavender, svona ljósfjólu, blár, lavender. Og það er þessi fallegi guli, nr. 79. Guli verður alltaf skrítin í þessari myndavél. Svo er hérna með aðeins fjólublári, nr. 40. Fjólubleikur einhvern veginn. 60 og 78. Það verður að hafa smá svona aprikósubleikan fyrir mig eða laxableikan og svo svona herðan 75 svona blá herðan eða svona sprengdan með pínu fjólublá í sér. Þannig að já, ég þarf að finna þessu uppskrift. Ég er alveg bara, get ekki hægt að hugsa hana. Afsakið. Nú, svo er ég búin að undirbúa hérna sérst í bunga hálf unnum töskum. Ég er að bíða eftir merkimiðanum mínum sem að ég set á vasana innan í töskunum sem ég byrjaði nýverið á því, ég var að prófa og var svo ánægð með það, ég var að panta meira og er núna að bíða eftir að koma frá Bandaríkjunum. Og það stendur bara á því, það er svona ör í miðjunni á svona, þú veist, lítill merkimiði, stendur bara fyrir ofan handgert af og svo fyrir neðan Helgu Arnar. Og ég er að bíða eftir að geta sauma það í vasana og klára þessi töskur, þetta er eitthvað það bil 30 töskur. Og síðan ætla ég að gera stórar töskur, undir peysur og teppi og svoleiðis með handfangi
En ég ætla ekki að hafa rennilásið. Ég bara hafa þær þannig að ég hafði hugsað mér finnst svo gott þegar ég er að fara í útilegur og svona, að vera með verkefnin í sínum pokum, en til þess að þurfa ekki að taka, þú veist, hafa það alla lausa, að vera þá bara með eina stóra sem ég get geymt í 3-4 poka ofan í, eða þá að vera bara með peysu eða teppi ofan í svoleiðis, en mér datt í huga að þetta gæti hugnast öðrum og ætla að gera nokkra svoleiðis, fékk efni í það og get svo sem alveg full unni þær þó ég sé að býta merkjunum, af því að merkið get ég bara sauma í þá típu þó það séu alveg tilbúnar, sko. Þannig að og það þá restin af því sem að fara inn í búðina fram fyrir sumarið. Og já, þannig að hún alveg að fara detta í sumarfrí, eða þannlega þegar ég ekki heima, þá verður svo sem ekki hægt að senda neitt, en það verður hægt að panta. Og í dag, þetta er 31. þátturinn, og svo ég verið með annan í næstu viku og svo í þar næstu, þáttur 32 og 33. Síðan ég bara farin í 3 vikna frí. Þannig að það svona, ég var að spá að fresta þessum þangað til á morgun, en tímdi ég svo ekki. Ég vil frekar reyna að ná þessu aftur yfir á mánudag, þriðjudag upptökurnar. Áður en fyrir fríið. Og en ég verð að sjálfsög áfram á meðan ég í fríinu og ég virka á Instagram og svoleiðis. Ég hlakka alveg rosalega til að við fórum 2015 í nánast sömu ferð og erum að fara núna, nema nú erum við bara að fara 2-1. Síðast þá fórum við með besta vini mannsins míns sem íslenskur og býr út í Svíþjóð og fjölskyldu þar. En þá hófum við ferðina á því að fljúga til London og keyrðum svo yfir til Frakklands, til Lille, þar sem að systir mannsins míns býr og hennar maður og dætur. Nema nú eru þau flutt til Bordeaux og tengdapabbi hjá þeim líka, þar býr hjá þeim. Og við fljúum til London og þaðan yfir til Bordeaux. Þannig að það nokkra nætur og komum svo baka til London og förum svo ein til Möltu. Vinahjónin okkar frá Svíþjóð og þeirra börn verða ekki með núna. Og við vorum fyrst í villu og svo á hóteli bara á Möltu sjálfri 2015. En nú ætlum við að vera á Gósó sem svona eins og Vestmannaeyjar. Og það er svona meira landslagar, það ekki eins og rosalega mikið byggði eins og á Möltu. Malta bara bær við bæ. Og maður eiginlega áttaði sig ekkert alltaf endilega á því að maður væri farin úr þessu bæjarfélagi og komin inn í hitt. Það var svona eins og að keyra úr Reykjavík og í Kópavogi og þú verður útlendingur og vissir bara ekkert hvað þú værir og væri bara villtur í Kópavogi eins og ég. Nema við ætlum að vera út á Gósó. Þar miklu meira hægt að gera fyrir svona fólk á okkar aldri. Malta svolítið mikið bara djamm og sól, en okkur gaman að labba og hjóla og skoða okkur og svona. Og Gósó það lítil að maður þarf ekki að vera með bílar, það ekkert mál að vera á hjóli og svo eru 2 strætóar þar held ég sem maður getur notað. Þannig að við legum okkur bara íbúð þar og svona, íbúð á vegum hótels. Og verðum þar í 9 nætur og komum svo tilbaka til London og gistum þar eina nótt og fyrir svo heim. Og þá bíða allir veiðitúrarnir og eitthvað meira. Þannig að þetta bara alveg að fara að skella á. Man finnst það eitthvað svo skrítið því að það eins og allir vita, það veðrið ömurlegt á Íslandi þessa dagana. Og í veðurfréttunum gær þá talaði Trausti veðurfréttamaður að þetta var bara séu næstu 100 ár síðan að það var svona slæmur maí síðast. Rigningalega séð. Þannig en við vorum einmitt að tala það sko, við náttúrulega búum á Íslandi, við vitum það all. Og það yfirleitt, þú veist, það bara veður hérna. Það ekkert, við búum ekki í suðrænni paradís sko. Og
ég man eftir snjókomu allavega tvívegis á mínum 46 árum í júní hér á Akranesi. Þannig að en við erum bara svo ógeðslega bjartsýn. Það er komið maí, það er komið sumardagurinn 1. Þá bara hendi út húsgögnunum, úti húsgögnunum og sumarblómunum og svo bara spurning hvort maður þurfa að endurnýja sumarblómina því þau snjóuðu í kaf. Ég er svo sem ekki komið þangað, ég ætla ekki að vera með sumarblóm í sumar af því ég verð ekki mikið hér til þess að sinna þeim svona eins og ég vil sinna þeim. Þannig að já, það er pínu einhvern veginn erfitt að koma sér í þennan gír að maður sé að fara í hlýju og svoleiðis. En ég held reyndar að það var algjörlega að bjarga minni geðheilsu að hafa skroppið hann til Spánar daginn. Ég er ekki eins svona, þetta fer ekki eins mikið í taugarnar á mér og kannski annars hefði gert. En já, ég fór að hitti prjónasystur mínar á föstudaginn var og með prjónahitting, ég hef ekki komist í nokkur skipti og það var bara æðislegt eins og alltaf. Þetta eru svona uppáhaldsstundirnar manns sem prjónara að vera með sér líkum í því bralli. Nú og svo náttúrulega er ég búin að vera knúsast með krílin mín og sem eru náttúrulega bara forréttindi. Og að bara fytja upp á eins og engin sem morgundagurinn og sauma og svona. Þannig að það er aldrei, ég læt mér ekki leiðast. En ég held að við látum þetta duga í bili. Ég vonandi verð með ykkur klár í næstu viku til þess að sýna ykkur. Reyna að hemja mig með meira uppfytt og ég svo sem hef enga löngun akkurat núna í að fytja upp á ykkur meira en ég er samt að undirbúa það. Ég er að prenta út uppskriftir og allt það. Þannig að við sjáum hvernig þessi vika fer í mig og já, þetta búið að vera svolítið að hunda því ég þurfti að setja 2 ára pásu. Það var svona misti ég aðeins fókusinn. En ég bara óska ykkur góðrar og gleðilegrar handavinnuviku og við sjáumst fljótlega. Takk í dag og bless bless.